Þetta er hluti af 5. kafla að vita hvernig framleiðsluferli lítur út. Hér er ágætis dæmi af Subway og við skulum bara skoða þetta saman. En á blaðsíðu 56 í bókinni að þá er talað innstreymi á aðföngum, þar að segja, eða innstreymi inn í fyrirtækið og hérna svega aðföng. Aðföng er allt það sem kemur inn í fyrirtæki þannig að hægt sé að búa til vöru. Það er starfsfólk, og hráefni, rafmagn og hiti og allt þetta. Síðan gerist eitthvað inn í fyrirtækinu, það er það sem þessi umbreyting og síðan er útstreymi. Þetta er kallað framleiðslukerfi í bókinni en síðan inn í hverju fyrirtæki eru svona ferli. Það er að segja einhverjir röð af störfum sem þarf að inna hendi og það má búta það niður í langa og stutta búta og það er framleiðsluferli. Og hérna stendur að inputs, það er sem sagt aðföng, það sem kemur inn í fyrirtæki til að hægt sé að búa til vöru. Og þetta er sem sagt hjá Subway og þá skoðum við hérna að það byrjar á brauðinu og þá stendur hvaða ferill er á því og þá er sagt að þurfa að spreyja brauðið og hvað það á að bíða lengi í ofninum og svo framvegis. Nú næst að þá er talað kjúkling teriyaki, hvað á að gera við hann og það á að ná í skál og setja kjúklingastrimla í skálina og setja svo teriyaki svona vökva og blanda þessu öllu saman og svo framvegis þannig að fólki sem starfar fær nákvæmar leiðbeiningar það sem það á að gera. Nú síðan er ostur og þá er sagt að það eigi að skera hann í þríhyrninga og prósess þýðir semst ferli, þannig að þetta semst þýðir ferli við hvert og eitt hráefni hjá þessu fyrirtæki. Svo grænmeti, tómata, gúrkur og eitthvað sem ég kann ekki að nefna og það á að skera það í ákveðna, á að saxa það niður og svo framvegis. Nú svo er gulrætur og laukur, þá að skera það og síðan jalapenos og hvernig á að fara með það og sósur, hvað á að gera við það. Það þarf til dæmis þarna 2 flöskurnar og sótthreinsa þær, síðan geta þið sett sósur í úr einhverjum bókum í þessar flöskur. Þannig að allt er ákveðið, salt og pipar, það á að blanda því saman og svo er starfsfólkið. Og þá fær það í raun og veru, þetta er það sem við sjáum síðan ef við förum og kaupum okkur Subway, að það á að útbúa samlokuna eins og viðskiptavinurinn vill, hann pantar það og setja inn í ofninn ef viðskiptavinurinn vill það og svo á wrapping paper, það á að pakka þessu inn og setja servéttu og undir hverja tilbúna vöru, þegar báturinn er tilbúinn að þá á að setja hann í þetta bréf og setja svo setja pappírinn eða pakka sinn frá hægri til vinstri og þjappa vel, þannig að það er ekki sama hvernig þetta er gert. Og þetta sem bara sýnir okkur hvernig svona ferill lítur út og það sem að þetta er í raun og veru hinn tilbúna afurð. Þannig að þetta er í raun og veru, ef þetta væri bara fyrirtæki sjálft, þá væri þetta afurðin. Og þá væri framleiðsluferli bara alveg frá því að öll hráefnin og allt starfsfólki, allt kemur inn og allt það sem gerist inn í fyrirtækinu út kemur tilbúinn bátur.